Já, góðan daginn. Þá annar þriðjudagur uppbrunnin. Í Hvítasunnu? Já. Það ekki? Annar þriðjudagur í Hvítasunnu. Nei, já, bara komið sæl, verið velkomin í þennan, hvað þetta? Ársreikninga. 15. þáttur í þriðju seríu. Nei, heyrðu, ég reynda með það. Ok, ég reynda ekki með það, sorry. Ég veit bara að þetta þáttur 17 af ársreikningaþáttunum. Já, ok. Sem að gerir þetta hvað? Nei, við erum konum með fleiri. Aha. Já, ég nokkuð viss það. Ekki mínu yfirliti? Jú. Við segjum bara að við séum konur á 4. seríu. Já. En það ekki bara. Já, sko, þetta helvíti sveitarstjórnardæmi, ég er náttúrulega ekki að telja það með, við erum í raunin á 19. sko. Já. En getur ekki eitt því á Spotify? Já, svo var það. Við getum skoðað það. Líka rusli. Já, það var ekkert sérlega skemmtilegt, sko. Já, það var eitt sem sagði, ég fór bara með skrúðjárn á eyrun á mér eftir að hlusta á þetta sveitarstjórnar rusli á okkur. Það er engin kýrópraktor að fara að bjarga mér úr þessu. Nei, það er nokkuð ljóst. 2 tímar, bara gengdarlausu sulli hjá ykkur tveimur sveitarstjórn. Já. Og ég læri ekki neitt. Nei. En við lærum að því, við lærum að því. En við erum Arnar Þór og Yngvi Þór og Iddi og Addi og hérna við viljum að sjálfsögðu minna á hópin okkar, Facebook, Dýpind og Pingjan. Almenningur vill vera djúpt ofan í pingjunni þessa dagana. Já. Það búið svakalega aðsókn. Við erum líka við höfum vart undan samstarfi með samstarfsaðalónum að dæla í fólki pítsum þessa dagana. Já, það eru emitt. Fyrir digga hlustendur föstudagspingjunar, föstudagskaffisins. Þá vorum við með könnun eftir síðasta þátt sem að hægt að taka þátt í og fá 10 skona gjafabréf frá Dominos. Það er möguleika því. Og það væri örgulega, hvað getur við sagt, 2-falt verðgildi þessa vikuna, ekki megavika hjá Domunum eða? Jó, heldur betur. Það er megavika á Dominos og 3. tilboð og allir fjandinn í dag. Já. Þannig að við erum bara að móka því út. Diggir samstarfsaðilar og við kunnum þeim bestu þakki fyrir það. Jæja, Yngvi. Stressiður eða? Nú sá dagurinn upp að við kíkjum í pingjur Gumma Kíró. Já. Og þetta er tekjuðasti áhrifavaldurinn. Já, líklega. Nei, ég er með fréttina. Ég var að taka svona létt research fyrir þátt. Það stóð bara tekjuðasti áhrifavaldurinn. Það er svo? Já. Sennilega árið 2020. Já. Og eitthvað segir mér nú að það sé út af því að hann hefur þessa fyrirvinnu. Já. Að vera gyropraktor. Gæti verið. Ekki hitt. Já, gæti verið. Við sjáum til með það. En ætlan sé ekki að þér eitthvað af því líka? Hverju? Bara af samfélagsmiðlunum eða? Jú, pottjætt. En þetta er náttúrulega, þetta er 1000 þjála smiður, sko. Já. Ég fór í létt research. Hann er náttúrulega málari. Já. Ég held að hann þú getur haft fínan pening af því. Hann er listamaður. Já. Og ég náttúrulega, ef þetta er ástriða, þá lítur á þetta sem hobby, en það er alltaf plús ef hann síðan að taka smá cash. Já. Smá cash. Það er sagt, já, hann er listmálari. Ég fór að hugsa málari, sko. Nei, hann er að mála blokkir. Já, nei, listmálari. Hann er með, sko, það er einna frétt frá 2015, sko, það sem hann var að opna sína fyrstu myndlistasýningu, sýnist mér, sko. Jú, svo sérðu það náttúrulega á gramminu að þau örugglega í einhvers konar samstarfi með ákveðnum fyrirtækjum. Já. Það er áhrifavaldakassið sem kemur, sko. En ég held nú eftir þessa yfirferða langsamlega stærsta fyrirferða með þesta hólfið í pingjunni komið úr kýrópraktikinni. Við skulum skoða það, en hann rekur einmitt hérna, þessa kýrópraktorstöð Reykjavíkur. Ég hef alltaf verið rosalega forvitin þennan kýrópraktorgeira, því að þetta er náttúrulega alveg beautiful model, þú mætir inn og ert nyktur og þú ert farin út allt á 5-10 mínútum, sko. Já. Og fyrir þetta greiðir þú einhvern 6.000 kall eða álíka og það er eitthvað sem segir mér að þetta sé bara svona sjálfbæri peningavél, þessi geiri. Já, það hafi verið upp í kenningar það. Og við höfum náttúrulega verið að fá bara fyrirspurnir að kíkja á kýrópraktorinn. Já, við svona yfirleitt látum ekki leiðast í vali á fyrirtækjum. Nei.
en það var bara ekki hægt að sitja lengur á höndunum á sér með þennan reikning sko. Þetta marg beðið og vonandi getum við gert þessu ágæti skil. Já, en sko, Kírópraktorstöð Reykjavíkur, þetta svona með þeim yngri fyrirtækjum í þessum bransa, opnar hérna 1. september 2017 og þú veist, ástæðan fyrir að við erum að taka það frekar en eitthvað annað einmitt bara út af, þú veist, eigandinn Gummi Kíró og við erum búin að fá bara fyrirspurnir og við viljum svala Þorstan hlustenda. Já, við erum að koma til móts við þá. Já. Eins og þau komum til móts við okkur. Og sko Gummi, hann svona rockstjarnan í þessum geira myndi ég segja einhvern veginn. Svona, hefur verið mest áberandi allan að fjandinn hafið það. Hann heitir Gummi Kíró bara á öllum helstu miðlum. Já, hann sko, ef við tökum létta yfirferðum með hann kíróbransa, þá skilst mér að Bergur Konráðs með Kírópraktorstöðina sé the OG, the original gangster of kírópraktík á Íslandi. Gummi byrjar þar, útskrifast semast úr námi í Svíþjóð og fer inn á Kírópraktorstöðina held ég síns með 2010, 11, 12 og svo eins og þú segir búin að stofna í Operation 2017. 2017, 1. september. Þannig að hann svona annar kynslóðar Beggi Conn legend. Já. En líklega fyrstur til að trenda þetta Kíró-nafn. Já, ég allavega bara vissi ekkit af þessu, þú veist, það var alltaf talað Hnykkjara sko. Já, akkurat. Þú veist, og það ekki Kíró, þú veist? Jú, þegar þú segir það sko. Já, ég ætla nú ekki að fara staðfesta neitt sko. En svo maður flaggi nú, hvað getur við sagt, öllum svona fyrirvörum eða það sem maður þekkir á þessu. Það var náttúrulega Vignir Kíró, góðu vinur minn, hún að þekkja lengi. Og það má þá í rauninni segja að hann sé svona þriðju kynslóðar Beggi Conn Kíró, því að hann byrjar hjá Gumma Kíró, Kírópraktorstöðinni í Reykjavík. Já. Kírópraktorstöð Reykjavíkur er síðan komið með Líf Kíró hérna í nýja miðbæinn í Hlíðasmára sko. Sjátátt á hann, jável. Já, gott sjátátt á Vigni, hann líka hlustandi og góðu vinur. Stórfínt. En það svona eins og þeir tveir hafi ákveðið að keyra þessa Kíró-lest áfram á samfélagsmiðlum, finnst manni sko. Gummi Kíró, Vigni Kíró og svo að koma nokkri núna nýjir sem maður sér bara fjóruðu kynslóðar. Já, sem að kalla sig Kíró. Þeir ættu kannski að fara að kalla sig bara Siggi Hnykk eða eitthvað. Já. Ekki alltaf að tala að allt eigi með þriðju kynslóðinni? Já, ekki þetta skipti. Nei. Ég vona ekki. Nei, ég segi það. Vignir stansið það vel sko. Já, gott. En já, er eitthvað, þú veist, er einhver meiri djús hann, þú veist, þetta er listamaður, áhrifavaldur. Einhvers staði sá ég að hann væri að safna rauðvíni. Já. Og svo það bara hnykkingarnar. Er eitthvað... Nei, ég held að það sé nú nokkurn veginn svona upptalið allavega það sem hefur komið fram í fjölmiðlum sko. En við erum ekki með neitt persónulegt hann. Ég veit ekki innum að þú hefur grafið eitthvað. Nei, ég er ekki með neitt sko. Það er nú ekki áherslu okkar að vera að skoða inn í persónulegt líf eiganda en svona gott að adressa, þú veist, hann er opinber persóna í raun sko. Já. Þannig að það er hægt að adressa þetta hann. Ég er honum afskaplega það, ég þekki hann ekki neitt sko, en hann býr í sama hverfi, hann býr hérna í nýja miðbænum í Sunnismára. Og ég sá úttekt frá einum stjórnarmanni hér í húsfélaginu að koma hans í hverfið og að hækka fermetraverð einhver tæplega 30.000 á 300.000 hækkun, hann kannski stendur undir 10% hækkun fermetraverðs hérna í nýja miðbænum. Þannig að ég kann honum bestu þakkir og vil hafa hann sem lengst og þess náttúrulega að biðja í yfirferð þinni að vera ekki með neitt vesen sko. Ég nenni ekki að sé verið að fara að rispa hjá mér bílinn eða hann fari Nei, það er nú kannski bara skemmst frá því að segja að hann hefur meðhöndlað mig áður sko. Nú? Já, ég kann honum að sjálfsögðu bara bestu þakki fyrir það. Já. Það var stór góð meðferð. Þannig að ég hef ekkert út á hann Gumma að setja. Það er annað en þú sagði ráðan. Nei, ég er fátt. Heyrðu En já, eins og ég áður nefndi, þá opnar þessi Kírópraktorstöð Reykjavíkur 1. september 2017 og sagan er því ekkert sérlega löng en ég ætla svona að gera mitt besta. Nú, félagið Kírópraktorstöð Reykjavíkur EHF, það er í 100% eigu Gumma. Hann heitir fullu nafni Guðmundur Birkir Pálmason og einmitt, þetta er í fullri eigu hans. Bara eitt sorry, ef að fólk vill fá alvöru fróðleik hann þá er tímamóta viðtal milli hans og Ofurgísla á Ofurgísla blogginu. Það skrifið Gummi Kíró. Þú grófst það? Ofurgísli. Ok. Já, og bara, þú veist þannig að þú viti hvað þú ert að fara út í.
Naustþykkur, helmassaður og hæfileikaríkur hnykkjari. Já, hnykkjari. Þetta eru 4H í sama titlinum og follow-up þeir sem hafa áhuga á þessari grein sem sagt frá 2014 Gumma Kíró þá önnu grein 30. júní 2016 sem heitir Þykki hnykkjarinn opna málverkasýningu. Jaha, það er ekkert minna. Þetta bara, já, eins og ég segi. En kannski áður við byrjum, þá komum við inn á eitt frábæran samstagsæðila sem Payday. Já. Nú ég búinn að vera alveg vilt og galið að dæla út reikningum í gegnum Payday. Þú ert dottinn á lestina. Ég dottinn á lestina og mikið þetta þægilegt. Það eitthvað, já. Og ég gæti ekki mælt nægilega mikið með þessu fyrir einmitt bara svona einyrkja eða lítil og meðalstór fyrirtæki. Þetta algjörlega groundbreaking, sérstaklega fyrir svona litlu og meðalstóru sem eru búin að vera í öðrum bókaldsbúnaði kannski einhver ár í rekstri. Aldrei vita neitt hvað er í gangi nema að spurja bókara. Að þau velja á milli þessa Netflix og chill á kvöldin eða á ég ekki bara vera aðeins í Payday og vita meir rekstur. Það er líka svo óendalega mikið af möguleikum sem að maður uppgötar Þannig að bara fikta sig áfram í þessu. Já, þetta er bara eins og einhver skemmtilegu leikur að kvöldi bara sjá, hvað er ógreitt, hvað skulda menn mér. Gott yfirlit og stórfínt. Já. Payday kæra þakki fyrir. Nú lítum aðeins á ársreikningin 2017 hjá Kírópraktor Reykjavíkur og ef á hann litið, þá er svona skuldsetning mér efst í huga. Þá aðalega svona til skamstíma. Eitthvað hefur kostað að kaupa þessa græjur og standsetja staðinn og þarna eru keyptir fasta fjármuni fyrir hvorki meira en minna en 25 milljónir króna, takk fyrir. Er það svona stoppkostnaðurinn? Já, það virðist vera. Það er náttúrulega alveg ferlegt að ég skulle ekki vera með sjóðstreymisyfirlitið fyrstu 2 árin, 2017 og 2018, en ég sé ekki betur en hann hafi selt fasta fjármuni fyrir 6 milljónir á árinu, sem sagt kaupir fyrir 25 og selur svo fyrir 16. En þetta virðist vera svona netto 19. Svo er náttúrulega eitthvað afskrifað en fasta fjármunir standa bókfæru virði í tæpum 18 milljónum eftir fyrsta árið. Já, og þetta er semst bara reikningu 2017? 2017. Ok, flott. En svo er það eins og Róbert Westman, góðvinni þáttarins sagði einu sinni, eins og öll góð kaup, þá þarf að fjármagna það. Og ég sé bara ekki betur en að það hefði verið gert með skuldsendingu bara að fullu í þessu tilfelli. En eins og ég nefndi, þá er sjóðstreymið ekki gefið upp þetta árið sem að gera mér svona aðeins erfiðara fyrir að rýna í þetta, en mér sýnast á öllu að það hefði verið tekið lán fyrir cirka 7 milljónir til lengri tíma, svona langtímalán. Já. En það er lítill binni í bankanum. Já, svona einmitt. Lítill en langur binni í bankanum. Lítill en langur, en ég sé þetta þegar ég skoða skammtímaskuldinnar að það er yfirdráttur á félaginu fyrir 11 milljónir króna. Og mér finnst merkilegt að sjá að þetta fellur í yfirdrátturinn bara undir sérflokk í skammtímaskuldum. En hann fellur svona iðulega undir viðskiptaskuldir, en þarna er þetta bara svart á hvítu. Engar spekulasjónir. Þetta er bara 11 milljónar króna yfirdráttur. Punktur. Já, ok. Þannig að við vitum það. Nú, það er lokaárs. Það er eigið fé orðið neikvætt í ljósi taps á árinu og allt er þetta fjármagna með skuldum, svo staðan er ekkert sérlega væn til að byrja með. En í rekstrarreikningnum þetta ár 2017 þá má sjá að félagið skilar taprekstri, EBITDAn er neikvæð 4 milljónir og hreint tap ársins nemur 4,7 milljónum. Og nú tek ég strax eftir því að annar rekstrakostnaður, hann er alveg rífandi hár í hlutfallið tekjurnar. Þetta eru 12,8 milljónir sem eru 51% af tekjum. Já, hann fyrsta árið. Fyrsta árið, en tekjurnar voru rúmlega 25 milljónir króna. Þetta eru náttúrulega bara 4 mánuðir, september, október, nóvember og desember. Og bara eins og ég sé, tap fyrsta árið og mikið fjármagna svona með skammtíma skuldsendingu. Þannig að þetta er orðin svona létt brekka strax í byrjun. Já, er þetta ekki bara sem kostar að keyra sig í gang? Jú, klálega. Ég meina, þú veist, til langs eða skamstíma, ég er meiri aðdáandi langtíma. Já. En það var farið þarna skamtíma leiðin en svo 2018 það er fyrsta heila rekstrar árið sem að gefa kannski betri mynd á reksturinn. En þetta ár eru tekið félagsins rúmar 82 milljónir króna og rekstrargjöldin 80,3 sem gefur okkur vissulega jákvæða EBITu upp á 1,7 miljón. En ég verð að viðurkenna það að þetta viðskiptamódel, kírópraktormódelið, það á að vera að skila hærri EBITu heldur en þetta
Já, þú vilt meina það? Já, ég fór að grensla aðeins fyrir svo bara hérna í reikningnum og hérna, þú veist, þetta hérna laun og launatend gjöld fyrir 30 milljónir, ok, allt í góðu. En svo kemur hérna annar rekstrarkostnaður upp á 48 milljónir. Það 59% hlutfall af tekjum félagsins. Og það mjög hátt. Ég get bara eiginlega fullyrt það hér, sko. Og eins og áður hefur komið fram í þessum þáttum hjá okkur, þá eru algengustu undirliðir annars rekstrakostnaðar, dæmins og hitt og rafmagn, húsalega, en vissulega hægt að flokka í rauninni allan fjandann bara undir annan rekstrakostnað eins og bara rekstur áhalda og tækja, rekstur bifreiða, skrifstofukostnaður, ferðakostnaður, umsýslukostnaður og margt fleira. Nú ætla ég ekki að vera með neinar fullyrðingar en ég myndi halda að leigan á húsnæðinu sé svona bara aðeins hluti af þessari upphæð, sko. Já. En allavega þetta skilur, við í rauninni komum aðeins nánar inn á þetta á eftir, þetta á sér skýringu. Þetta skilur allavega fyrirtækið eftir í 1,7 milljón króna EBITu sem framlegð upp á 2,1% og ég bara mjög spenntur að sjá samanburðin hjá þér á eftir, hvernig þetta svona í Chiropractor geiranum, hvort að þetta þykir bara eðlilegt, sko. Ég efa það þó stórlega, sko. Já. En við komumst að því á eftir. En já, allavega 1,7 milljón í EBITu, svo eru hérna afskriftinnar, þær þurrka bara út jákvæða aðkomu. Ári lokar í 3 milljón króna tapi. Svo voru vaxtagjöldin helviti þung hérna 2,4 milljónir en við vitum það náttúrulega yfirdráttavextir, þeir geta verið ansið brútal, hérna komin yfirdráttur upp á 19 milljónir strax á öðru ári. Ætlum að segja að keyra sér bara netgíru og þannig? Nei, þetta bara smálán? Þetta bara yfirdrátturinn. Já, ok. Og heildarskuldir standa hérna í 34 milljónir rúmum. Og hér skammtíma greiðsluhæfi bara frekar slaft, skammtíma skuldir standi í tæpum 30 kísukúlum. Veltufjárhlutfallið 0,26 og skuldahlutfallið 126%. Og langstærstu hluti skuldana til skamstíma. Þannig að þetta ekkert að byrja neitt sérlega vel samkvæmt þessum gögnum, sko. En skoðum þá 2019. Hér veltuaukning 58,2%. Takk fyrir. Það nokkuð vel að sér vekið. 130 milljónir í tekjur. Og þú veist, maður fór að æsast bara allur upp hérna, þar til ég sá annar rekstrakostnað upp á 74 milljónir, 57% af tekjum félagsins og ég skil ekkert upp niður í þessu, en það kemur svo seinna. Þau eru að skila hérna ágætis EBITu 10,5 milljón sem gerur 8,1% framleið og eru afskriftir félagsins 4 milljónir og árleg vaxtagjöld orðin hérna 3,3 milljónir og þetta skilur félagið eftir í hagnaði upp á 2,6 milljónir eftir skattinn. Þannig að þetta ár 2019 hérna, þá efnahagsreikningurinn, hann farin að líta aðeins betur út en þó eiginfjárstaðan ennþá neikvæð í ljósi taps hérna árin 2017 og 2018 en þau eru þó að rétt úr kútnum. Þetta ár eru þau að selja ekstra fjármunni fyrir 17,5 milljón samkvæmt sjóðstreymis yfirliti. Nú það loksins orðið sýnilegt í ársreikningnum en ég sé þar einnig að þau eru að kaupa hérna ekstra fjármunni fyrir 20 milljónir á móti, svo hér hefur verið einhvers konar endurnýjun væntanlega. Ég sé í skýringum ekstra fjármunni að þeir hérna eru að falla undir bifreiðar, innréttingar og áhöld og tæki. Ég sé þó ekki hvernig því svona allokata nákvæmlega en við vitum allan að það bifreið inn í þessu og það eru innréttingar og það eru áhöld og tæki. Þetta rauninni bara allt flokkað undir, þetta allt sett undir sama hatt, sko, þannig að það ekki hægt að sjá hvernig það sundurlega. Nú, sko, mér sýnist þau endurfjármagna hérna langtímalánið sitt, borga upp eftir stöðvara því gamla sem að samkvæmt sjóðstreyminu 5,7 milljónir og taka nýtt fyrir 8,6. Hérna búið að breyta hérna heiti á yfirdrættunum og heiti núna skuldi við lánastofnanir undir skammtíma skuldum. Það stendur núna í... Vinni officially mættur í bókinu. Já. Undir nafni, nánast, sko. Þannig að það stendur núna sem fyrir í 19 milljónum. Þessar skuld við lánastofnanir og sem í rauninni bara yfirdrátturinn. En heildarskuldahlutfallið það þó búið að batna hérna milli ára, situr núna í 113%. Veltufjárhlutfallið það skánar einnig talsvert komið í 0,59 lókárs
Svo það svona virðist horfa til betri vegar á efnahagsreikningnum og bara í rekstrinum. En svo það hérna árið 2020. Það COVID árið mikla. Og það síðast í útgefni ársreikningur og nú grunaði mig fyrirfram að þar getum við verið að horfa á svona talsverða samdrátt hjá kírópraktorstöðunum, en svona minni nú að þeim hafi verið gert að loka bara eins og líkamsræktarstöðunum og fleira. Já, þau taka á sig einhvern tíma. Helvíti stríkið maður. Já, það virðist vera og nú erum við ekki að tala Rikka, Kristín og Egil, sko. Nei, vonda þríekið. The OG þríekið, sko. Við erum að tala vonda þríekið. Já. En, já, eins og ég segi, þessar áhyggjur mínar, þar voru bara á rauk og restar, því hér tekið samdráttur upp á 38,6% og fara tekið það niður í tæpar 80 milljónir, sem bara svipað og veltan var 2018. En hér hins vegar tekið eftir einu varandi þennan annan rekstrakostnað sem búin að vera bara rífandi hár síðustu ár. En svo bara eins og einhverju vita þá sér maður alltaf árið áður til samanburðar í ársreikningunum og hér annar rekstrakostnaður frá árinu á undan búin að lækka. Já. Svo í ársreikning 2019 var hann eins og ég nefndi áðan tæpar 74 milljónir, en þegar ég skoða ársreikning 2020 gefið upp að árið 2019 hafi annar rekstrakostnaður verið 21 miljón. Já, sem talsvert eðlilegri upphæð. Bókarinn bara verið fullur. Já, ég veit ekki, sko, það sem kemur hérna, sko. Nei, þetta oft leiðrétt eftir á þannig. Já, einmitt. Restin, sko, sem þá einhverja 53 milljónir, sem sagt, frá árinu áður, fluttust yfir á vörunotkun og aðkeypta vinnu. Hvort það séu námskeið eða bara eitthvað aðkeypt vinnuafl, veit ég ekki, en það alltaf. Ég nefnilega með eitt observation á þetta. Módelið, það kannski átt að koma inn á þetta fyrir. Já. Þú heyrt þetta úr klippibransanum. Já, það einmitt það sem Við ættum kannski aðeins bara að tækla þetta núna. Já. Það oft talað svona stólalegu. Þú ert að tala við klipparaðinn, bara já, hvað, ertu bara launþegi hérna? Nei, ég sjálfstæður. Ég sjálfstæður. Ég bara leigja stólinn af bendir á einhvern gaura gellu sem út í hotni sem á stofuna og að leigja öllum hinum stóla. Einmitt. Það eitthvað hybrid módel í kírópraktikinni. Já, ég kem einmitt inn á það eftir. Þar fer ég að velta vöngum. Já, að þú ert einhvern veginn að leigja bekk. Þú ert með fólk sem þú ert að borga laun. Einmitt. En þau eru samt líka, og ef þú skrifa bara kíró á keldunni, Kitty benti mér á þetta. Það sagði, Yngvi, ætlar ekki að skoða þetta. Ég var að spyrja til kíró, hann sagði, ætlar ekki að skoða þetta. Yngvi. Og þá sko, það eru mjög mörg SLF fyrir hérna ýmsu kíróa, sem virka þá held ég þannig að þú ert með eigin rekstur, utanum væntanlega úr að kaupa bekkin, ég held að eignist bekkin og eitthvað svona in the long run og það eitthvað svona hybrid bónuspottarsystem fyrir að vera nikja inn á stofunni en svo ertu líka að borga til eigandans og þetta svona hybrid módel, ég held að þetta sé bara ekki svona í klippibransanum, ég veit ekki, við þurfum kannski að skoða klippistofur. Nei, klippistofurnar held ég bara með þessa stólalegu en kírópraktorarnir eru svona taka þetta eitthvað skrifinu lengra, skilst mér sko. Já, skemmtilegt En já, einmitt og það fellur hann undir, aðkeypt þjónusta sem hefur örugglega mókast í annar rekstrarkostnað. Einmitt, klálega, og það þá nokkuð ljóst að sko bara þessi annar rekstrakostnaður, hann hefur verið bara vitlaus skráður í ársreikningana fram á árinu 2020 í rauninni, eða þú veist þetta fyrstu árin, þá Gummi bara eitthvað, það hefur verið að senda honum reikninga, hann segir starfsfólk og hann bara, hvað, þetta eitthvað annað og hendur sér bara í annað svo fer fulli bókarinn að vakna til lífsins og segja, þetta ekki annað, þetta bara aðkeypt þjónusta hjá okkur sko. Ég segi svona bókarinn var örugglega ekki fullur, ég dreif nú kannski aðeins í land með það. Þetta allan að leiðréttist hér með. Já, og það þetta á sér eðlilega skýringar sem sagt. En allavega, svo ég komi haldið áfram með ársreikning 2020. Það er kannski gott að koma inn á Sútöp sem núna bara alveg í miðri vertíð að móka út í jakkafötum fyrir brúðkaupssísonið. Já. Og þau eru náttúrulega með sumarlínuna nýju sem við erum búin að vera að skoða og dástað. Já. Og ég mæli með ekki vera með neinar hugmyndur jakkaföt þegar þú mætir til strákana. Nei. Þeir eru meiri sérfræðingar en þú. Já. Sama hver þú ert. Hlustaðu á þá. Já, mættu bara. Já. Og vertu tabula rasa. Og þú mannst þetta því? Nei. Autt blað. Já. Þú lappar inn í Sútöp, autt blað. Og þú leifir Jossa og Agli að bara krota þig út. Einmitt. Breyta þér í eitthvað meistarverk. Þú kemur út eins og málverk. Já. Og þú veist Já, ég ætla að vera svolítið döll og taka þetta dökkblá jakkaföt. Nei, ekki Sútöp. Leiðu strákunum bara að matcha þig. Það sér enginn eftir því. Nei, ég segi það. Þannig að tabula rasa inn í Sútöp, það segi ég.
Súta upp, kæra þakki fyrir. Herði, þá heldum við áfram hérna með ársreikning 2020. Byrjum á tekjunum. Ég fer aðeins ítalara í 2020, svona sem fyrr. En eins og ég myndist á hérna áðan, þá er 38,6% samdráttur á tekjunum. Þetta voru 80 milljónir og það er svona, virðist vera að COVID sé að setja strik í reikningin. En svona, er allan að hamla góðu rönni sem við voru komin á þarna. Nú, vörunótkun og aðkeypt vinna, þetta er þessi nýji metrik hérna í ársreikningnum. Þetta eru tæpar 29 milljónir hérna 2020. Og samkvæmt skýringum er aðkeypt þjónusta fyrir 28,3 milljónir króna. Svo þú veist, ég segi, sko, ég var að velta vengum yfir því einmitt hvort þau hafi fengið eitthvað bara kírópraktor á leigu eða hérna greitt hún sem verktaka, sem er þá sennilega rétt, sko. Eða þú veist, þau að leigja út hérna rýmið, sko. Já. Nú svo er það annar ekstra kostnaður, þetta ár er hann cirka það sama árið undan, eða 21 miljón og ég ger svona fastlega ráð fyrir því að leiga húsnæðinu og hita og rafmagn og sé bara stór hluti af þessari upphæð. Nú, laun og launatengd gjöld, þau eru hérna 30,6 milljónir króna og þar að fara 28,4 milljónir í hrein laun. Mér finnst sérstakt hvað launatengdu gjöldin eru lágt hlutfall af heildarlaunakostnaði, þetta er rétt hérna 7,4%. Það er spurning hvort þau hafa verið að fresta greiðslu á launatengdu gjöldum hérna fram yfir áramótið eða eitthvað sem hefur ekki komið inn í ársreikningin. En það er svo sem bara fabuleringar, sko, en yfirleitt eru launatengd gjöld svona 20-25% eða eitthvað af hérna heildar hérna bara sko, hvað sem bara launakostnaði. Já, útskýru nánar? Nei. En þetta gerir allan að með við 6 ársverk hérna 2020 394 krónur á haus á mánuða meðaltali. Sem er lægri en árið áður, en þá voru 7 ársverk og mánaðarlauna meðaltali á haus 425.000. Og þú veist, mér finnst þetta eðlilega svona heldur lág laun, það er kannski spurninga í mitt, hvort þau séu með þetta, hvort það hybrid módeli séu ekki þarna að koma inn í, þú veist. Já. Þetta er kannski 50% starfshlutfall og hérna, og svo kannski 50% það sem að liðið er að bara móka inn á sitt eigi fyrirtæki, sko. Já, þetta er eitthvað svona bónusakerfi, sko. Þetta er hybrid allan. Ég held að það sé orðið nokkuð ljóst. En það er kannski eitt svona til að setja þetta í samhengi, ég veit það ekki, kannski maður bara flækir þetta að þú veist eins og með aðkeyptu þjónustuna eða vörugjöld eða hvað þetta var, annar kostnaður þetta fyrst hjá Gumma, sko að þú veist, ef við tökum kírópraktorstöðina 328 í veldu, aðkeypt þjónusta er 160, laun er 69. Ok, getum við gefa okkur hérna að mögulega eru kíróarnir á einhvers konar svona grunnlaunum bara? Já, sem er það bara laun og launatengd gjöld. Já. Já, kannski er það bara starfsfólki í ágreiðslunni. Já, einmitt, það er góður punktur. En með þetta hybrid módel sem við erum svona fabulegra með og verðum sennilega bara tjóðraðir af olíu og fiðri ef við erum að skýta á okkur, sko, er að ég held að þetta sé það sem að kíróarnir eru síðan kannski með eigin SLF undir eigin rekstur að byggja upp. Og þau senda reikning fyrir svona einhvers konar. Þú ert náttúrulega alltaf rukkaður í móttökunni að lokum, sko. Já. Þú veist, á þessum stofum, þar sem er verið að leigja út, sko. Já, akkurat. Það má áallega þessi aðkeypta þjónusta sé einmitt bara þessir kírópraktorar að senda reikninga á. Já, fyrir sínum hlut af tekjunum, sko, eins og þetta hárgreiðslu módel sem við komum inn á þann, sko. Þannig að það er svona ákveðið observation. Já, skemmtilegt. Já. Skemmtilegt. Svo er það EBITDA ársins, hún stendur hérna í negatífum 747 krónum sem er þá í raun bara 0% framlegð. Já, akkurat. Þetta eru krónur, þetta er ekki í þúsundum, þetta er ekki í tugum, þetta er í krónum. 747 krónur negatívar. Þetta er bara peningur sem þú fer með í Brauð og Kó og kaupir inn að eitt hérna bara kaffitilboð á föstudaginn, sko. Já, morgunbólu tilboð. Já, akkurat. Hérna, svo er það afkoman, þarna það eru þarna hvað, 3,5 milljón í afskriftir og svo eru vaxtagjöldin 1,7 milljón sem er svona talsverð lækkun frá árinu undan en samt eru skuldir hjá þeim að aukast þetta ár, þannig að það er spurning hvort að þau hafi fengið einhver úrræði frá bankanum út af COVID eða eitthvað. Það er svona meikar ekki alveg, eða yfirdrátturinn hefur verið, þú veist, lægri yfir árið en endaði í þessu sem að ég kemur ná hérna á eftir, en ég veit ekki, en allavega, þetta eru fabuleringar, þau eru allavega ekki endurfjármagna, það er nokkuð ljóst.
Ég sé það bara hérna í sjóstreaminu. En þetta skiluðu eftir í 4,2 miljón króna tapi eftir að hafa fengið rúma miljón hérna í skattinneign sem að vill oft satana bergeli. Nei, þessi skattinneign kemur oft þegar fólk á hérna rétt á skatt, eða þess á rétt á, hvað segir maður, ekki mótframlagi en bara ef það búið að tapa. Þannig að hérna engin, þú veist, fólk borgar alltaf álag eða svona. Þannig að hérna en allavega engin arðgreiðsla enn sem komið en það bara eiginfjárstaðan neikvæð frá byrjun. Nú efnahagsreikningurinn, ég ætla bara að hafa hann í boði Dominos dag og eins og við komum inn á aðan, það er 30 tilboð og megavika, þannig að Guðanabænum fáðu ykkur Dominos. Nú eignir, kíkjum við hérna í fastafjármunina, þeir standa í tæpum 15,7 milljónum króna. Það skiptist í varanlega rekstrarfjármuni sem er á 13,5 miljón króna bókfærðu virði og skattinneign sem skráð 2,2 milljónir í lok árs. Nú veltufjármunir, það eru tæpar 22 milljónir króna. Þar eru kröfur á tengda aðila stærsta eignin, eða 16,1 miljón. Er að hækka þetta 10 milljónir á milli ára. Svo eru aðra skammtímakröfur og viðskiptakröfur 5,8 milljónir. Tengda aðila, þannig að þú veist, þetta er ekki binni að gíra, þetta er gummi að gíra. Þetta er sennilega gummi, ég meina hann er eini eigandinn. Þegar að gummi kíró breytist í gumma gíró, þá eru góðu tíma fram. Já. Þetta er svona, gummi gíró. Það er ekkit galið. Þetta er alveg svona nokkuð gírað. Já, þú veist. Það verður bara að segjast. En, samt ekki það mest gíra sem við sjáum hérna. Nei, við hefum nú alveg séð að vera. Já, ég bara, það kemur inn í. En þetta er gírun til skamstíma. Hún er dálítið ábyrjandi hér. Skamtíma gírun? Já. En undir veltufjármunni þá er að lokum hérna hambaraféð, það stendur í 15.400 krónum. Nú þetta gefur okkur heildareignir upp á 37,6 milljónir króna. Svo er það skuldahlutin, hérna skuldir og eigið langtímaskuldir 5,8 milljónir og það er þessi skuld við lánastofnun sem þau hafa nú alltaf verið duglega að greiða af, en ég er hræddur að það sé dálítið svona á kostnað hækkandi skammtímaskulda sem að nú standa í 40 milljónum og er að hækka hérna úr 33 milljónum upp í 40 milli ára og það er stærstu hluti viðskiptaskuldir, það er 18 milljónir og því næst kemur skuldi við lánastofnun 12,4 milljónir sem er væntanlega þessi títnefndi yfirdráttur. Hefur þó lækkað hérna duglega, var hérna 19 milljónir, þannig að það er kannski ástæðan að einhverju leiti fyrir lækkandi vaxtagjöldum eins og ég nefndi á þann. En svo er restin bara hérna aðra skammtímaskuldir og næsta árs afborgun langtímalána. Er það ekki bara Ásgeir var að lækka vextina þarna? Já, svo er það náttúrulega líka, það gæti auðvitað verið, en svo gæti það voru náttúrulega úrræði líka fyrir fyrirtæki sem að... Var þetta ekki bara besti tími í Íslandssögunni til að vera bara með stífgýraðan yfirdrátt? Jó, en þú veist, eins og ég segi, þetta er mikið til skamstíma og þú veist... Þegar Binni heyrir þér og ætlar að bjóða þér lán, þá segir ég tek frekar yfirdrátt, það er svo ódýrt. Nei, ég varst þú stórlega það. Það ekki. Það hitti svo mikið vesen. Hendur bara yfirdrátt. Hérna, ég held að það sé ekki setna vætan að kíkja á skamtíma greiðsluhæði hérna. Öftið það eins. Við voru komin hérna í 0,59 í veltufjárhlutfall í fyrra, en er að detta niður í 0,55 þetta árið. Og þú veist, eins og kannski einhverju vita þá ég vil sjá það hærra. Já. En heildarskuldirnar standa í bara, hérna 46 milljónum. Skuldahlutfallið er í kringum 122% sem að þýðir hérna neikvætt eigið fé upp á 8,2 milljónir. Þannig að, svona, bara svona aðeins til að draga þetta saman, þú veist, eftir þessa yfirferð þá er svona nokkuð ljósta að það er eitt og annað ábóta vant hérna. Ég hef svo sem einhver stórfelldar áhyggjur af fyrirtækinu þannig séð og ég ger svona fastlega ráð fyrir að þau séu búin að rétta vel úr kútnum eftir COVID, en ég hef þó mestar áhyggjur af því að þau virðast vera svona fjármagnað þetta dálítið á skammtímahliðinni og hérna eins og þú veist bara einhverjir hlustendur hafa tekið eftir, þá er ég ekki mikill aðdáandi þess að safna skammtímaskuldum sko, en hér eru 87% af heildarskuldum félagsins til skamstíma. Já. Þú vilt langtíma? Ég er meira fyrir það. En á sama tíma veltufjárhlutfallið þannig hjá félaginu að ég hef einhver svona stórfelldar áhyggjur, það væri svona talsvert svartari, veltufjárhlutfallið væri bara 0,1 eða eitthvað álíka sko. Já. Og þau eru þarna í 0,55 sem að þú veist, það er nú séð að talsvert vera.
Já, og lausafjárhlutfall eru náttúrulega bara sama. Já, það er enga byrðir þarna, þannig að lausafjár, þú veist, ekki enga skráðar allavega. Ég held að þetta sé bara ennþá svona í fínu vaxtafasa svona eins og sýndi sig þannig fyrstu 3 árin þau voru að vaxa á góðu reyti þar til COVID tók völdin, en samt sem áður eru þau að taka inn hérna sömu tekjur á árið 2018, þannig að það má áætla að 2020 hafi orðið sennilega þeirra besta ári ef ekki hefði verið fyrir helvítispöttuna. Já, helvítispattan. Ég líka veit sko, og því ég hef búin að vera viðskiptavinur hjá Kíró Reykjavík og Líf, að ég held að 2020 sé stóra ári sem að Vignir fer í eigin rekstur sko, þar sem að kemur fullt rekstur ár hjá honum. Já, þannig að það geti verið að þau sé að missa einhverja tekið þar. Já, sko, já. Svo er þetta svo persónubundið, þau náttúrulega, þetta er engin vitlýsingar, það er einhver ástæða fyrir að þeir eru að byggja upp þetta personal brand í kringu sig og mögulega bara, þegar þú ferð, þú veist, þá fara bara tekjuna með þeim Kíró sem að fólki elskar, sko. Það er þetta góðu punktur. Er þetta ekki hluta einhver svona meðferð? Einhver sem er búin að vera hjálpaðir með hryggvandamál í 2 ár, svo hættir hann. Þú lappar ekkert bara inn til næsta og hann þekkir ekki þína hryggsúl. Nei, ég segi það, sko. Þetta er aldrei persónulegt og það má svo sem kannski alveg bara leiða því líkum að ágættur hluti tekna hafi kannski farið með Vigni. Já, allavega einhver hluti, svo er náttúrulega Pattan eins og segir, Pattan líka, ég kann ekki skýringar á því en ég held ég sé ekki að fara með rangt mál að þetta er fyrsta fulla starfsári sem að Líf Kíró fyrir að staða hérna í nýja miðbænum og djúvill það sem er sárnar mest. Mistu stóran leikmann þarna á Vigni. Það sem er sárnar mest með Gumma, hann býr hérna í Sunnursmálunum, er í Kópavogi. Hver í helvítinu heitir þetta ennþá Kírópraktorstöð Reykjavíkur? Já, bara að fá þetta í Sunnursmálunum? Já, ég meina hann með lögheimil í Kópavogi. Bara Kópavógs. Þvæla er þetta? Kírópraktorstöð Kópavógs. Ég myndi bara labba þarna á milli, bara til að vera með báða. Hann er velkomin hingað í miðbæinn í Kópavogi. Það er alveg nóga liði sem að vil láta hnykkja sig hér, sko. Það er eftirspurn eftir honum. Við myndum redda honum húsnæði, það er bara að hækka fermetra. Já, fá hann hingað, ekki spurning. En annars er ég bara spenntur að sjá svona hvað framtíðin er í skauti sér hjá Kírópraktorstöð Reykjavíkur, sko. Hún er björt. Ég vona það. Leiðu hann breyti í Kírópraktorstöð Kópavogs, þá bara spækar þetta. Þá verður hockeystick. Það mun ekki hafa undan, þá. Segðu. En þú ætlar í smá samanburð, ekki? Jú, léttan samanburð. Spenntur að sjá. Í boði Kitta. Já, í boði Kitta á Keldunni. Já, í samstarfi við. Og þú náttúrulega ert að nota samanburðar mekanismann þar. Akkurat. Við tókum stutta yfirferð, ég og Kitti og slóum þessu upp og þetta er semst fyrir þá sem ekki vita. Þegar þú ert inn á Keldunni að skoða ásækninga, þá getur þú ítt hérna, ég ætla að hafa þetta alveg bara, þetta er lítill flipi til vinstri sem heitir bara gera samanburð. Já. Og þetta er einn mesti tímaspartnaður sem að Kitti og Thor og Lensarinn hafa búið til þarna upp í Keldu, sko. Og svo eru bara frábæri fítusar í áskiptaleðinni hjá þeim. Já. Alltaf á Excel-formi og sem að, hefur talandi tímaspartnað, sko. Það sem við stemdum af og fórum yfir í sammenningu. Já. Nei, við gerðum það nú reyndar ekki, ég ætla ekki að draga Kittin í það, ég ber einn ábyrgð á samanburði, en hann er mér alltaf innan handa, er að, afsæki, við tókum, held ég, alla stærstu leikendur á þessu markaði, og það er kannski eitt ótalið, það eru einhverjir sjúkraþjálfarar á nudd sem að geti verið að flækjast inn í tölur, en ég meina við horfum bara á EHF-inu eins og þið eru og þetta er sko Kírópraktorstöðin. Ég meina ég held að Kírópraktorstöð Reykjavík sé alveg klálega með einhverja eða sko einhver nudd og svona þannig að þetta fellur bara undir sama hatt. Já, og sem sagt stærstu leikendur sem ég tók í samanburðin eru Kírópraktorstöðin sem er Becky Conn, the original gangster úr bransanum, Kírópraktorstöð Reykjavíkur sem er second generation Gummi Kíró sem kemur undan Becky Conn, Líf Kíró sem er Vigni Bolla sem kemur undan Gumma Kíró sem kom undan Becca Conn, Kírópraktorstofa Íslands sem eru hérna í sporthúsinu held ég. Svo eru nokkrir minni leikendur með að vera rekstratekjur allavega. Það er Egill Þorsteins Kíróprakt, Toppstand Kírópraktik og Kírópraktor Lindu. Áfram með smjörið. Áfram með smjörið. Milli ára, tökum bara árið 2020, þá er þessi bransi að velta. Viltu giska? Á ég að giska? Já. Milljarð? Nei. Ekki milljarð. 800? Nei. 688 milljónir. Það er svo? Já.
En sko, við erum að tala bransa Þetta 2020, þannig er þetta að taka COVID-árið Já, í rauninni sko 2019 hefur verið í addi Ég þarf að veðja Nei, 2019 var nefnilega 368 Það er eitt Já, það er nefnilega eitt Jú, það er eitt sem ég ætla að koma að hérna Ástæðan fyrir tökum bara það eina 2020 ár er að þarna Kíró EHF sem er Kírópraktorstöðin virðist vera nýstofnað 2020 allavega þessi kennitala sem hefur verið að færa örugglega margar rekstrareiningar á eina og það er alveg ekki inn í samanbörnum fyrir 2019 skilur við það er ekki það að þessi bransi sé að tvöfalda sig milli ára tvöfalda sig milli ára heldur er þetta einfallega orsökin ef við lítum svona létt á markaðshlutdeild viltu byrja á Gumma eða viltu byrja á stærsta? Já Gumma, hvað er hann þarna? Hann er þá væntanlega með eitthvað í kringum svona 12-13% 2020 Já, bara út af því þú varst leiðilegu við mig áðan þá ætla ég að byrja á þeim stærsta Þetta kemur niður á 47% markaðshlutdeild fyrir Kírópraktorstöðina með 328 milljónir af 688 Já, þetta er þetta jável top of mind? Nei, ég myndi ekki jú, kannski hjá eldri hópnum Ég held að Gummi og Vignir eigi svolítið okkar kynslóð Já, klálega Og svona nokkrir aðrir kíróar Ég spáði því að innan 10 ára þá verði einhver sem er brandaður kíró í dag orðin Nick Já, þetta er 10 ára spá Tek full ábyrgða Jóni Nick Já, Jóni Nick Og það verði alltaf bara, hvað getur Jóna Heyrðu, ok, kíkjum á Gumma Sorry, ég mist út nótun sem ég var með Já, þetta er rétt hjá þér, hann kemur niður á 12% 80 mils Já, ekki, Jú Vignir hann rétt undir, hann var 73 miljonir en Kírópraktorstofa Íslands Já, er hann 73 ár? Já, Vignir, já, Líf Kíró Er hann bara einn? Nei, hann er með alveg drullu flotta með sér sko. Já, ok Þetta er, og allar þessar stofur sko, þetta er stórt personal brand sem er svona ástofu í kringustofuna og svo eru alveg aðri kírópraktorar inn á þeim líka En þetta virðist vera, já, ég meina Gummi byrjar hérna 2017 hann er komin upp í 80 í rauninu bara á öðru rekstrarári, sko Akkurat já En Vignir að gera vel, það er nokkuð ljóst Já Og svo þeir sem er að gera gott betur Kírópraktorstofa Íslands, þeir eru með 21% markaðshlutdeild með þetta, sko Þannig að og það er ekkit menn sem vissi á dagstaglega í fjölmiðlum Kíró, sko Þannig að eitthvað er gamli skólinn Já Hvernig allir þeir séu bara að auglýsa sig í bændablaðinu og bara Þú til maður verður ekkit var við þessa aðila sko? Það er vanmetið vettvangur Já, og þar eru ekki talað um Kíró Það er bara nikkingar Ef bóndi sagði Kíró Hvað ætla hann myndi hugsa? Hann myndi ekki skilja það Nei, það er bara nikking, takk fyrir Já, gömul dekk undir kattgröðunar hjá mér Hvað er auðvitað það hér? Þeir vilja nikkjara En allavega, ok, þannig að þú veist Við farum inn að þekkja þessar stærstu leikandur á markaði Og dembum okkur aðeins núna í ljúari samanburð Já, ég er mjög forvitin að vita bara svona EBITDA hlutfallið heilt yfir hérna Því að það var nú ekki hátt hjá Kírópraktorstöð Reykjavíkur Skulda hlutfallið sömuleiðis Nei Væri til í að heyra það? Já, ég ætla ekki að valda þeim vonbrigðum En hér ættu við í rauninni að gera einhver adjustments Já, en þú veist, eins og ég segi Það hlýtur að vera, þetta er beautiful model Þú ert farin út innan 10 mínúna Og borga 6 úr skall fyrir, sko Já, sko, ok, tökum bara yfirferð á þess af hverju ég ætla að segja að samanburðurinn upp á markasakir er erfiður Ok Þeir eru þarna svona í minnikantinum Egill Þorsteins 35 kúlur Toppstand Kírópraktík 21 Fyrsta rekstrarári hjá Toppstand Velta 21 Svo er bara aðkeypt þjónusta 10 EBITDA í honum er 10,3 Hann er með 49% EBITDA hlutfall En þetta er langminnsti Þú veist hvað er hann með? 3% markaðshlutdeild Hvað er hann ekki með neitt launakostnaði? Ja, þú veist, ég veit, þetta er bara að stopna þetta ár Og þarna er mitt vanta kannski svolítið en að fulla bókara til að svona, heyrðu, láta þið vita, stefnir í hérna bara að þú verður arbærasti kírópraktor á landinu. Í prósentum, þú ert ekkert með vegi meðaltala þarna. Já, þetta vissum að vilja ekki kaupa jólagjafir handa einhvern kunnum með eitthvað, sko, þú veist, þú ert bara með 49% EBITDA. En kannski gefur það líka svolítið rétta mynd það, hvernig það lítur út þegar þú ert bara klift og, já, svona er þetta bara. Svona var þetta bara. Hvað ætla fullu bókari að fara að breyta því? En já, og sko ef við tökum síðan bara hæstu töluna EBITan hjá Kírópraktorstöðinni sem var svo sem að velti mest 328 þeir eru með 28 kúlur í EBITu sem er sko 8,6%
Hvað ert þú svona fann að hraðreikna allt? Nei, ég bara... Eitthvað svona starffræðipróf? Reiknaði þetta Vigni fyrir okkur. Hann með 3,8 af 73. Af 73? Já. Af svona 4,6? Af 5,3. Nú. Já, en segur eftir. Nei, varst ekki að segja hann var með... Varst ekki að segja... Já. Herru, já, það er rétt. Ég var að hugsa eitthvað minna. Er þetta Arnar Excel? Nei. Herru, já, og svo sko eins og Lindum sem að virka nýbyrjað með að við EHF-ið. Já. Það til dæmis með neikvæða EBITDA hérna 71%. Út af því að Já. Nei, þetta alveg tap. Jú, með að við sko Þú ert að reikna þetta eitthvað vittlust. Nei, með það ekki að Vignir hafi verið með 3,7 í EBITDA. 3,8 af 73 milljónum. Já. Okay. Nei, það er eitthvað 5%, já. Já, en ég var að tala með Lindum sko að sama. Það er ný kennitala að byrja 2020 eða virðist vera. Það er bara 2,8 í hérna hvað vil ég setja í tekjur og þú veist EBITDAN er neikvæð 2. Þannig að þú veist að horfa á EBITDA hlutfall yfir bransan er ekki, það er erfitt en það er eitt sem við getum alltaf séð og staðið með og við stöndum með því í dag tekjur per starfsmann. Já, við erum með hvað var EBITDAN hjá hérna Kíróprattastöðinni? 8,6%. Það var 8,6, já. Á þessa stóru og miklu veltu og þú varst búin að koma inn að Gummi er bara í 0%. Já, ég hefði nú haldið að þetta ætti að vera hærri EBITDA hlutfall sko, þetta model, ég veit það ekki en það er kannski sennilega þessi útlega eða þú veist þessi aðkeifta þjónusta. Já, ég ætla nú ekki að segja sem er fræðilega nálgun á það en þú veist, þegar þú lappar hann inn á svona stóru dag það ger allir mjög vel í því að vera með eitt starfsmann sem er í móttöku. Halló, velkomin, góðan dag. Já. Og þú veist, það er kostnaður bara hreinn og beinn í rauninni, sko. Ekki að búa til neina tekju fyrir stöðuna. Þú veist með húsnæði. Og með þess að þjónustu, auðvitað er auðvelt að reikna sig út, bara sem að hugbúna þetta sé 99% profit margin af þessum 5 myndum. En við erum örugglega ekki að faktor inn í það tímarnir. Hvað þarf það að fylla marga tíma til að vera að borga launin, til að vera að borga húsnæði? Þegar ég var þarna, það var bara stappað alltaf þegar ég var. Það var alltaf svona 7-8 að bíða, sko. Já, ég er sammála. Ég er bara svona aðeins að slá upp varnöglunum. Peninga vel þetta væri. Já, akkurat. Og sko, ég kem með eina hérna nálgunni, ekki bara henda okkur beint í það. Við vorum náttúrulega með research frá Mannlíf, sem gerist ekki á hverjum degi. Það sem var gerð hérna verðsamanburður, já, á milli kírópraktora. Og þú þekkir þetta módel þegar þú kemur í fyrsta skipti þá ferðu í myndatöku og þar var dýrast kírópraktorstöðin að rukka 24,9 sem er sama á Gummi kírópraktorstöð Reykjavík. Þetta er 2021 eða ekki? Þessi grein, já. Og svo er endurkoman, hún flakkar á milli þess að vera dýrust hjá einhverju Hrefnu kíró á 5 og 9 niður í 4 skallin sem er Atli Freyr Björnsson á Neskjöpsstaði að Reyðarfirði sem er ekkert inn í neinum öðrum samanburði hjá okkur en þú veist, þetta eru svona tölunar og ég fó bara í óábyrgasta samanburð allra tíma ég tók bara tímar á ári og gerði bara ráð fyrir að þau hafa ekki fengið neina nýja kuna sem er svo óábyrgt að við ættum að klippa þetta út bara ekki sitja þetta í loftið og miðað við það þá er þetta sko eins og kírópraktorstöðin ef við deilum bara 5.500 í veltuna 59.000 seldi tímar á ári sem er bilun með að við 7 starfskildi sko og það gerir sko tímar á kjaft hvað er það? Þú veist, einhver heflaður hefði sagt tímar á bekk eða starfsmann en við hittum hérna Óttar í Tösti fram með hann sagði þetta er bara kjaft, þú ert bara að velja þetta á kjaft þetta er bara á kjaft það eru 8.500 tímar á kjaft á ári veistu hvað eru margir tímar í ári? 64 8.760 þannig að við erum að tala hérna bara og þeir eru ekki fleiri? Jú, er það ekki það? Ekki fleiri en 8.460 760, skrifaði bara áur sinna ég er á Google en þetta er sko með þetta illa upplýstur maður já, með þetta þá væri sko kírópraktorstöðin bara með 97% af tíma í seldu vinnu sko það er bara myrkran á milli já, á tímar og kjaft það er bara aðfangadagur og já, sem að segir okkur, þetta er ógeðslega óábyrgt út af því að það vantar að reikna inn 24.900 en það er náttúrulega ekki séns fyrir okkur að áætla hvað stórt hlutvall kuna er nýjir viðskiptavinir en bara ef við höldum okkur áfram við hennan óábyrga stuðul
að þá eru þeir náttúrulega langsamlega stærstir með 59.000 selda tíma á ári. Þar á eftir kemur Íslands 26.000 og svo Reykjavík og Líf Kíró með 13 og 14 árs tíma. Þú veist, við förum ekkert meira í þetta svona óþarfa upplýsingar. Já, algjörlega. Þetta er einhver óhagnýtustu upplýsingar sem þú getur tekið með þér inn í daginn, sko. Já, tímar og kjaft. Hvernig er skuldahlutfallið? Heyrðu, það er bara eiginlega eins og þú fórst yfir áðan, sko. Er þetta bara heilt yfir? Allt bara, er þetta bara orðin gíróar eða? Já, sko, allir gíraðir. Tökum aðeins veltu fjárhlutvallin. Er það ekki bara? Jú. Þú veist, Gummi 0,55. Sorry, Kírópraktorstöðin. Jesús, hvað er ekki að geta? 0,36. Já, þeir skulda 111, eiga 114. Og eins og ég segi, þú veist, það er ekki okkar eitthvað að vera hérna að grafa djúpt í þetta, en þetta er semst kennitala sem verður til árinu 2020. Fjárfest í innréttingum fyrir bara sléttar 100 milljónir. Afskrifaður upp á 25 fyrsta árið. Sem að náttúrulega endur spekla sig í þarna EBIT-inu upp á 28 því að EBIT er 3,3 EBIT, já. Þannig að þú sér það, þú veist, hvað var Gummi með innréttingar? 20 og eitthvað? Já, þetta voru svona, allavega standsetning var í kringum 25. Svo selduðu í sama ár þarna fyrir 6, sko. Já, sér að Kírópraktorstöðin var með 100 2020. Þú veist, skuldahlutfall þar 97%, Gummi 122%, Líf 44%. Já, og svo sko eða sem er í uppáldi á mér er í Lindum. Hann er náttúrulega, ef við tökum veltufjárhlutfallið þá er bara allt í þvælu, 0,07. Það? Já, og skuldahlutfallið 115%. En það sem hann er að gera, sem ég tók ekki eftir hjá öðrum, hann er með real estate play. Hann er búinn að kaupa fasteign, sko. Þannig þau eigur eignin í Lindum. Þú vil þetta gíra samt allt saman maður. Já. Þetta er bara, er þetta ekki bara módel eða með þjónustu bransa? Já, ég meina keyptu þér eignir og ég held að það sé, ég veit ekki hversu binni er gjarn á að lána þessu, sko svona þjónustu módel, sko. Ég held að binni myndi berjast að komast í eitt svona bekk, sko. Já, ég held það. Við þurfum að spyrja hann að því. Já, heyrðu, ég náttúrulega fór ekkert í tekið upp starfsmann áðan. Já, við leittumst út á tíma på kjaft. En sko, það eru flesti skráðu starfsmenn hjá Kírópraktorstöðinni, 7, og Becky Conn, the original gangster í þessu bransa. Það er ekki fleiri þar. Það er slatt af tekinn per starfsmann þar. 46 kúlur. Nei, ég er bara þvælir. Þetta er 46,969. Það er eiginlega bara 50 kúlur. Já. En það ekki? Jú. Sagði ég 46,9? Já, meinar 49,6. Veist, hver námynda niður? 69. Þetta hefði verið rookie mistake. Þetta var 49,6 þess að. Já. Nei, 46,9. Nú, já, ok, þá er það. Já, þá er þetta 47. Hvað er ég að þvæla? Ég er hérna með svo marga liti í gangi að ég er honum lesblindur, sko. Þú litar alltaf skjöliðin. Já, Ríka, hann er með 46,9 sem er eiginlega 47. Það er verið svo gott að það er með 50. Heyrðu, næstur á eftir 36,5. Viltu giska hver? Það er ekki Gummi, það er þá hérna hitt sem var með 200. Já, Kírópraktorstöð Íslands. Einmitt. Akkurat, og svo er sko Líf 18,3 á kjaft eða starfskildi og Gummi er í 13,4. Hann er undir miðgildi, hann er undir meðaltali. Hann er undir miðgildi. Hann er undir meðaltali. Hann þarf að rífa sig í gang. Er það ekki það? Já, þú veist, ég veit ekki, eins og ég segi, maður veit ekki hvernig þessi skipt, þú veist. Það geti vel verið að kírópraktorarnir sem eru þarna sé að þéna langt meira per kjaft, sko, heldur en heldur en endilega starfskildin. Já. Það er svona. Og þarna geti komið inn hvað þetta skiptist á personal brandið, sko. Lappar inn í Kírópraktorstöðina, sest niður, panta tíma og Becky Conn er upptekinn. Lappar út eða? Nei. Þú ferð á einhvern annan? Já. Sama og lappar inn í Líf, þú vilt bara Vigni. Já, þú veist, ég myndi halda það, sko. Já, þannig að þetta er svona, þetta eru vangaveltur. Já. Heyrðu, ég er með hérna verðmati búið að kitta í keldunni. Ertu að henda í 7 sinnum EBITDA? Já, við tókum bara hrun stöðulinn. En þá er það bara 747 krónur í mínus. Já, sko. Hjá Gumma. Það er að ljóta. Mæli nú ekki með því að nota EBITDA margfalda á neikvæða EBITDA. Gumma okkar er myndin á negatívan 5.000 skatt með að við hrun verðmati hans kitta í keldunni. Ættu þessu. Já.
Nei, ég tek þetta á mig, ég ætla ekki að skrifa þetta á Kitta. Ég farin að skrifa allt og mikið á Kitta, sko. Með þetta, ef hvað getur við tekið? Ég myndi bara aldrei nota EBITDA markvaldar á þetta móti. Nei, aldrei. En ef við sýtum okkur í bara, hvað getur við tekið? Einhvern góðan leikanda fyrir hrun? Hvað með eitthvað nafn? Hvað bara? Robert Westman fyrir hrun. Já, ok. Labbar inn bara, heyrðu, 7 sinnum EBITDA. Þá það Chiropraktor-stöðin sem á 198 mails. Já, það svo. Já. Ok. Þannig en þetta að sjálfsögðu ekki ráðgjöf og ég sko bara mæli gegn því að nota þetta. Ég myndi þú veist, þetta bara gefins peningar að fá þetta á 200. En Beggi verður að fylgja með, sko, held ég, og því hann original gangster. Hann andlitið. Já, þannig að... Svolítið já. Já. En þannig að já. Sko, ég að detta bara í, já, þú veist, ég ekki bara heilbrigt eða þetta þjónustu geri. Á að fara út í þetta? Já, sko, það náttúrulega annað. Að metta mig í kírópraktafræðunum og opna stofu? Sko, ég með nokkuð svona observations. Þetta sko... þetta ekki pínur riski að vera, þú veist, það að koma nýja kírópraktorar. Vera standi í rekstri þess að þú veist úr það ráðinn starfsmann sem alltaf stærsta áhættan að verða stærsti keppinautu, sko. Þó það kannski ekki en þeir hafa svona tilhneigu til að fara og opna sína einn stofu. Já, og núna veit ég að það eru margir að mennta sig. Þetta var svona ákveðin bóla. Það eru einhverjir eða svona frekar margir stattir bara í miðju námi núna. Já. Í þessum fræðum og það geti verið einhvers konar verðbólga í starfsmönnum, sko. Já, og verðhjöðnun í verði. Ég segi það, sko. Já, samdráttabólga í... Nei, ég segi það nú ekki. Nei. Verðhjöðnun. Já, þetta svona eins og bara... Það gæti aukist samkeppnin til muna. Já. Og það svo sem, það hægt að leysa það. Ég meina þá þegar þú tekur inn starfsmenn, þá gerir það frekar á hlutum, heldur en að bjóða þeim upp á þér verði keppinautar seinna meir, sko. En þetta svona, þú veist, svipað á með klippistofunar. Þetta alltaf, þetta verður þessi tendans, ég meina, ég kom með 100 kúnna sem koma bara til mín. Já, ég ætla bara að stofna einn stofu. Svo ertu komin í eitthvað húsnæði, fuck, heyrðu, það bara drulla há leiga hérna. Ég þarf að fara að leiga út stóla og þetta gengur hringi. Þetta örugglega svolítið sama þarna. En góðu business held ég fyrir fólk sem bara leggur líf og sál í þetta. Ég ætla að koma hérna, já, ég held ég væri ánægðasti með Egil Þorsteins. Hann í real estate betti. Var með 102 í fasteignir 2019. Já, flott maður. Sem var svo eitthvað búið að lækka. Sama með þarna Lindin, þeir eru í real estate betti. Svo spurning hvernig hann að gíra fasteignina núna? Eitthvað til skamstíma eða? Já, ég var ekkert að spá í því, sko. Nei, sko, máli bara með... Ég var nú stórulega það samt, en... Já. En hérna, ef þetta mikið skuldsett og ég vil vera tryggt, þá geta verið í bobba. En svo var það hitt, sko, svona loka punkturinn. Eða þú spyrð fólk á okkar aldrei. Hver eru stærstir? Þetta ekki bara 50-50 Gummi eða Vigni Kíró? Já, þú veist, stærstu nöfnin. Já. Er það ekki það? Og mögulega eru þeir bara... Það kannski vanvirðing við hann, hérna, OG-in. Já, OG-in, sko. Og þetta svona sem komið, Beggi Conn. Já. Þetta svona sem komið mest á óvart var, sko, hvað þeir eru langsamlega stærstir. Kírópraktorstöðin, sko. En já, þú veist, ég meina, Vignir og Gummi eru kannski bara eins og góður sítgagreinis köngull núna. Þeir eru að sá fræjum. Og þeir eru að 200 fræ í dag. Verða kannski fullt af plöntum eftir 10 ár. Já, það aldrei að vita. Á meðan að það kannski aðeins með hina, sko, það að verða einhver afföll af trjám. Ekki í sama vaxtafasa. Já, ekki í sama vaxtafasa. En eru núna að blómstra vel. Já, en svo eitt með þennan bransa, þú veist, hann fylgir ekki beint verðlagi, sko. Ekki með við það sem að, þú veist, ég man að ég var þarna 2017 og ég var að borga þetta sama verð, 5 og 5, 6 fyrir þjónustu, sko. Og það virðist vera ennþá sama verð í dag, sko. Þannig að hérna, maður veltir í emitt fyrir sér, sko, þú veist, hvort þau gætu jáfnvel bara orðið undir, sko, í samkeppni? Já, neða, þú veist, ef að þau ekki hækkað sig með verðlaginu, sko, þá verður rekstrarumhverfið náttúrulega erfiðara, sko. Og hér með köllum við eftir að verði hækkað hjá Kírópraktor. Já, nei, það nefnilega ekki málið. Ég vil meina að þau hafi verðlagt sig bara frekar of hátt í byrjun, sko. Já, þú meinar. Og þess vegna eigið þið ekki inn í sama djús. Sömu hækkun, sko. Þú veist, að mínu mati, nú tala ég bara fyrir mig persónulega. Þú veist, þú ert þarna inn í 5-10 mínútur, skilurðu, max, og ert að borga þessar upphæðir. En á sama tíma, þú veist, þetta er dýrt nám og þetta er mikið sérþekking. Þannig að þú ert náttúrulega ekki að borga fyrir mínútugjald þarna. Þú ert að borga fyrir
það sem að þetta fólk hefur í reynslu sko, í reynslubankanum akkurat. Þannig að og kýrópraktor hefur náttúrulega hjálpað fullt af fólki sko, bara upp úr mjög erfiðum og langþráum meðslum og öðru sko. Já, þetta getur verið algjörsnilt. Já, ég segi það. Þannig að hefur bjargað mér nokkur sinnum, þannig að ég hef ekkert slæmt út á hennar balans að setja. Nei. En það eru blikur á lofti. Nú, lát heyra. Nei, bara með verðið og það er svo margir að koma inn. Já, þetta bara svona mín, hvað segir maður, þetta svona neytendahotn Arnars úr förstaskafinu aðeins að banka einu upp á sko. Já, akkurat. En eins og ég segi, já, bara flott. Heyrðu. Já, við erum bara tæmdir held ég. Ég held það. Bara slá botnin í þetta bara, við viljum kannski minna á skemmtilegu bransi, fullur af skúpi, fullt af skíti í þessu sem við vorum. Nei, þetta var bara gaman að þessu og skemmtileg grein sem að mun vaksa og dafna. Já. Svona orðið hluti af þjónustu, bara heilbrigði. Já, þetta komið inn á komið inn á öll þessi upp, þarna tímapöntunar upp og annað sko. Það bara allt uppfyllt að kýrópraktorstofum. Allir kýróðarnir séu svolítið svona mala sjúkraþjálfarana. Það samt alveg klálega hægt að sjá örugglega eitthvað samdrátt í þeirri stétt. Í sjúkraþjálfur? Já, eftir að kýrópraktornar komið til sögunar. Þetta er öðruvísi ferli sko. Já. Sjúkraþjálfun þá ertu kannski í 5 mánuði sko. En kýró ertu kannski í mánuði að þú veist 3 vikur eða eitthvað skilur bara til að laga eitthvað svona. Já, og það er kannski annað. Ég ætla ekki að vera fullir það sko en. Nei, þú veist, örugglega margir góðu sjúkraþjálfarar. Já. En það er einmitt, ég man, það var svona 5 ár síðan þegar ég fór, Vignir bjargaði mig fyrst. Að þá einmitt var ég að dreipast í bakinu og var eitthvað, og þá þurfti ég að fá minni mig beiðni til að komast í sjúkraþjálfara. Já. Og það var eitthvað svona, já, þú þarft að taka 6 tíma og gera þetta og ég nennti sig ekki. Nei. Og Vignir græjaði mig bara einu tíma og þá svona áttaði mig sig kannski á munninum á því að þú ert með kýróna sem eru svona aðeins frjálsari í sinni nálgun og bara faglegir að því sem maður þekki best og svo hitti mig kannski svolítið svona þú ert að má beiðni, þú ert að tala við heimilislækni. Ég hef sömu reynslu og þú ert að segja núna ég hef bara hreinlega ekki nennt að standa í þessu og farið í kýrópraktor í staðinn sko. Þannig að það er kannski einhver Sola Sjúkró eða eitthvað sem að byggja upp sitt brand sko. Hún ætti kannski að horfa meira á hvernig kýróðnir að gera þetta. Þetta er svona, loka. Skemmtilegt. Förum að slá botnin í þetta bara. Við viljum minna á Dýbind og Pingjan. Ört stækkandi samfélag. Og við erum mjög spenntir að kynna að það verða nýjungar núna á næstu dögum og vikum. Og þú vilt ekki missa af þeim hóp. Við ætlum að kappa hann í 1000. Við ætlum að kappa hann í 1000 lágmark. Heyrðu, já, og ég var komið með nafn. Ég gleymdi að skrifa það niður. Sá sem er að koma með okkur í lunch á þjóðhátíð. Já. Ég er búinn að draga 500. meðlimurinn. Já. Og með Dýbind og Pingjan, við erum að fara í einhverja nýjungar. Við munum ekki hreyfa okkur á þess að hafa samfélagið með okkur í liði. Nei, ég segi það. Eða Pingjuhálsan eins og þú kallar á. Pingjuhálsar. Við erum að hnykkja á þessum hálsum inn í Dýbind og Pingjan. Eða DIP meðlimir. Já, dipparar. Dipparar. Þetta eru dipparar. Herriði, við þökkum þá kærlega fyrir í dag. Frábæra viku. Já. Og við erum farnir í frí. Já, nei. En við heyrumst á föstudaginn. Já, föstudaginn í föstaskafinu. Já. Verið sæl. Bye.